Það var rosalega heitt og mikill raki og fólki var rosalega mjög opið og mjög vingjarnlegt. Það var alveg ekkert mál að eignast vini og vildi allir tala við mann og mjög þægilegt að því leyti til, sko. Helsti munurinn á Argentínubúum og Íslendingum öll líkindi þetta að allir eru opnir. Í skólanum hjá mér þá vildu allir tala við mig af því að ég var eitthvað öðruvísi og frá einhverju öðru landi og mjög auðvelt að komast inn í vinahóp og svona aftur á móti þegar það svona að fólk aðeins lokaðara hérna heima. En kannski líka munurinn sá að hérna heima þegar þú eignast vini þá það orðnir alveg góði vinir en úti fólk frekar svona yfirborðskenndara. Svona að því leyti að við kannski alveg bestu vinirinn þið þekkist. Og þau eru kannski ekki eins sjálfstæð að vera hérna heima, þau upplifa ekki eins mikið frelsi. En eru síðan aftur á móti rosalega gjafmild, vilja deila öllu, bjóða manni í alls konar, þú veist, alltaf viltu koma heim til mín, við skulum fá okkur ís, viltu fá þetta, viltu gera svona. Og svona opin og vilja gefa af sér. Og taka kannski ekki öllu sér sjálfsögum hlut, til dæmis bara eins og hiti í húsum ekki sjálfsagður þarna úti. Eins og hann sjálfsagður hérna heima. Það ekki gefið að sé heitt hjá þér á veturnar þarna. Og það kemur alveg vetur. Og verður hann kaldur? Það bara mismunandi. Hittasti veturnir mjög mismunandi eftir hvar landi maður býr. Syðst bara oft talað þessi bara eins og Ísland. En upp í norðri kemur kannski ekkert alveg neitt svakalega vetur. En það sem ég var kannski svona 10 gráður. En það var miklu kaldara vegna þess að það var engin hitun í húsinu og komst aldrei heim í einhverju hlýju. Það var alltaf bara kalt í skólanum. Engin hitun þar, engin húshitun. Félagslífið mjög virkt. Það allir rosa mikið að djamma og í rauninni bara eins og hérna heima. Bara, já, mikið að fara á klúbba og svona mikið að kíkja í búðir saman og fá ís og þú veist eitthvað svona bara sem bara krakkar eins og hérna heima gera líka saman. En þau reykja alveg rosalega mikið. Það alveg rosalega hátt hlutfall af krökkum sem reykja þarna sem mjög ólíkt því sem hérna heima. Og já, þannig ég myndi segja að félagslífið var mjög líkt og hérna heima. En kannski samfélagið töluvert mikið öðruvísi að til dæmis frítt að vera í skóla, algjörlega upp í háskóla. En það ekkert allir sem notfæra sér þetta. Þetta alveg stórt menningarvandamál í rauninni að fólk alist upp bara mamma mín fór ekki í skóla, þá ætla ég ekki í skóla og svo framvegis. Það svolítið stórt vandamál þarna og þeir vildu meina að það væri út af fátækt en þegar þetta er orðið frítt að fara í skóla þá þetta svona svolítið meira menningarvandamál heldur en peningavandamál. Og lögreglan bara, þú veist, kannski ekki eins og hérna heima en það alveg allt í lagi með hann og hún ekki alltof spillt eða neitt svoleiðis, hún bara eins og í flestöllum löndum held ég. En fólk tekur hlutina mikið í sínar eigin hendur. Þau mótmæla rosalega mikið og til dæmis það var myrtur leigubílstjóri í borginni sem ég bjó í og leigubílstjórarnir tóku bara málin sínar eigin hendur og í rauninni hættu allir að vinna í einhverja daga og lokuðu öllum helstu götum í borginni og mótmæltu þannig. Það var rosalegt kaos. Þannig að þess að mikið af fólki ferðast í leigubílum. Hestamennska mjög ólík því sem við þekkjum hér. Í þessu dæmi með leigubílstjóra þá voru fréttamennirnir mættir bara á staðinn rosalega fljótt eftir morðið með vídeókamerur og maðurinn sem var
borin á háls og það var allt í blóði og það var bara sýnt í fréttunum. Svo í næsta skoti var bara viðtal við konuna hans og börnin þar sem þau voru hágrátandi, bara nýbúin að fá að vita að maðurinn hafi verið myrtur. Þetta er mjög svona virðingarlaust finnst mér. En þetta er fréttamennska sem tíðkast í mörgum landum í Suður-Ameríku og eitthvað svona sem við myndum ekki samþykkja hér á Íslandi. Varðandi útlit þá er það bara mjög líkt held ég á hérna heima. Það eru margir sem reyna að vera í tískunni og vera smart og eitthvað svoleiðis en útlit styrkunni kannski er hún svolítið mikil þarna að það eru, þú veist, það eru flestallar, greinlaust flestallar stelpurnar eru mjög mjóar og allar frægu konurnar þarna eru eiginlega með aflitað hár og sílikonbrjóst og þú veist, mjög svona absúrd mikil útlitsstyrkun og það er kannski svona svolítið sérstakt af því það er mikið átraskanir, mikið þess háttar hluti þarna. Þegar dýrkunin er svo mikil. Það sama gildir í rauninni karlana líka þeir allir svona þessi frægur allir alveg brjálæðislega massaðir og flottir og brúnir og eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki svona eins og við kannski þekkjum frægt fólk á Íslandi. Það er ekkert endilega alveg eins og í einhverju glanstímariti. Þau eru það undantekningarlaust eins og glanstímariti.